Hörku sigur á móti Víkingi Arnar, hvernig svona metur þetta rétt þetta leik? Mér finnst þetta bara að vera góður leikur, tveggja góður að liða og sjálfum sér svona Víkingur yfir meira með boltan en mér fannst þeir ekki skapa mikið af færum. Við vorum þéttir og alltaf hættilega þegar við erum fljótur að segja fram. Svo þetta er bara, eins og ég segi, það getur fallið hinum með líka en ég átti svo sem alveg svona kannski þetta færi bara í vító. Það leit þannig út en fínt að fá þetta mark og líka alltaf gott að halda hreinu og líka að því sögðu að þeir voru ekkert að spila sig í gegn og voru ekkert að skapa hættunum voru þeir voru að krossa boltanum og boltina detti í teignum en það er jákvætt. Ég held að það voru einhver hálfæri sem að Víkingarnir náðu að fá. Ég held að Fredrik hafi ekki þurft að verja í leiknum. Þeir eru ennþá eftir að fá okkur mark í Lengjubikarnum. Ætli ykkur sennilega ekkert að fá okkur þetta mark. Þú lítur að vera ánægður með þetta hingað til. Já, mér finnst bara að vera stigandi í þessu alveg frá byrjun og það er bara jákvætt en við erum ekkert að missa okkur eitt eða neitt Þetta er við má alveg sé það að lið sem hafa staðið sér vel í þessari keppni og svo átti erfitt uppdráttar í bestu deildinni en við tökum bara eitt skref í einu og það var alltaf gaman að komast í úrslitaleik og við viljum bara reyna að vinna þessa keppni og svo bara tekur önnur keppni við og það er bara spennandi. Líður samt ekki vel þegar liðið er komið tilbaka í shape og það er einhver opnarar að sjá á vörninni? Bara það sem hann er náttúrulega bara ánægður að sjá að það er vinnusemi og leiðum við tökum bolta þá sett pressa á boltan og menn reyna að vinna tilbaka og ef það gengur ekki þá komum menn sér aftur fyrir bolta og þegar það er í lagi að þá er alltaf erfitt að spila á móti slíkum liðum og það er önnur ástæðan fyrir því að við erum ekki að fá okkur mörk þannig að það er bara frá fremsta manni til aftasta manns að það er allir að vinna og það er bara algjört lykilatriði að allir ná okkur árangri. Er ekki rétt hjá mér að núna tökum við æfingaferð, hvað viltu fá út úr henni? Það er, þú ættir náttúrulega bara að slípa hópið saman og getur fengið að hafa góðar aðstæður og menn að hvíla sig og við erum líka bara saman og bara þétta hópið saman og ég held að við hlökkum allir til að fara í hana, líka bara komast úr kuldanum og við erum að fara til Tenerife sem er náttúrulega verið 25 pluss mínus sem er bara æðislegt og geta verið þar í 10 daga og komið svo heim og vonandi spila þennan úrslitaleik sem verður bara gaman. 3 vikur í fyrsta leik í deild, munum við sjá Andra Rúnar Bjarnason í hóp þá? Já, ég á ekki von á því. Hann er búinn að, náttúrulega, bara þegar hann kemur þá ekkert búinn að æfa fótbolta og með svona smá basli með mjöðmenn á sér og við höfum bara tekið skref fyrir skref og hann hefur verið með á æfingum og hann bara lúkkar mjög vel en við höfum bara gefið hann tíma og við eigum ennþá inn nokkra leikmenn og þannig að ég hlakka til að fá þá alla inn og það verður bara meiri hausverkur að stilla upp byrjunarliði og þá ertu bara líka með enn sterkari bekk og það hjálpar allt. Er eitthvað frekari tíðindi á þessu tímamóti af Orra Sigurði, Patrik Pedersen og jafnvel Kristófer Jónssoni? Ég hugsa nú að komi tilboðið í Kristófer. Ég vonaði bara fyrir hans hönd að það gangi upp og hann verði bara áfram úti og þegar það gerist þá ætlum við náttúrulega að skoða bara í kringum okkur þá bætum við okkur leikmann. Orri bara á sínum stað og ég gerir ráð fyrir því að hann kannski byrja að æfa eitthvað með okkur í æfingaferðin úti. Orri Sigurður, Patrik, það er aðeins lengri í hann. Það er núna bara 8 vikur frá aðgerð og við getum sagt svona fljótast það eru 3 mánuðir, það eru 4 vikur í viðbót. En svona algengt eru 5 mánuðir. Þannig að við erum að horfa á líklega enda maí eða eitthvað svona þar sem hann ætti kannski að vera dettin og verið leikfær og þannig að þetta er svona staðan og leið og fara alltaf þessar leikmenn inn og þannig að styrkist bara hópurinn og æfinga verða betri og svo framvegð þannig að það er bara tilökunarefni. Fer það algjörlega eftir því hvort að Kristófer komi, hvort að við munum fá okkur einnig viðbót? Já, við erum bara búin að segja það að ef hann kemur ekki að þá ættum við að bæta leikmanni við og við erum búin að svona í byrjun bjuggust við kannski að hann myndi koma en nú lítur það kannski meira þannig út að þeir munu kaupa hann sem er bara ánægjuefni fyrir hann og fyrir Val ef það gengur eftir og ef það þá þurfum við bara að skoða í kringum okkur þannig að ef það gerist þá er það bara eitthvað sem við þurfum að skoða. Það var ekki lengra Arnar til hamingju með sigurinn. Takk.